Góðan daginn, gott fólk. Ég vonaði að heyra öll vel í mér. Ég heiti Björg Björnsdóttir, ég ætla að vera fundarstjóri hérna í dag. Ég býð ykkur öll hjartalega velkomin til þessa fundar sem að embætti landlæknis stendur fyrir og á að fjalla lýðheilsuvísa svokallaða. Bara fyrir ykkur sem að kannski þekki þetta ekki eins vel og sumir fundarmanna að þá eru lýðheilsuvísar, þeir voru birtir hér árið 2017 og eru 44 og þær munu hérna Dóra og Sigríður fara yfir þá alla hér á eftir og helstu niðurstöður þeirra. En mér langaði að segja að lýðheilsa skilgreind sem almennt heilsufar í samfélagi, líkamlegt og andlegt og það varðar allt frá frárenslismálum til menntunarmöguleika. Lýðheilsa nær því yfir heilsu almennings í víðum skilningi og tengist ekki eingöngu heilbrigðismálum, heldur líka aðstæðum í samfélaginu, til dæmis umhverfismálum og félagsmálum. Og þegar þessir vísar voru valdir þá var einmitt verið að skoða þessa áhrifaþætti á heilsu og líðan sem að við öll samfélagið getum haft áhrif á. Þetta ætlum við semst að fjalla í dag og það hefur orðið lítilsháttar breyting á dagskránni. Það að segja erindið sem átti að vera fyrst eftir hádegi færist fyrir hádegishlé, þannig að því seinkar sem því nemur. Ég vil hvetja ykkur til þess að taka niður spurningar ykkar, það verða pallborðsumræður hér í lokin, en auðvitað ef að það brennur á fólki að koma frá sér einn eða tveimur spurningum þá mun ég svona leyfa það. En annars ætla ég að vera ströng á tímamörkum, ég þannig sem fundarstjóri og fólk eru bara sett sig við það. Til þess líka að við komumst öll út í þetta dásamlega veður aftur og kannski sérstaklega gestir okkur á höfuðborginni sem ekki hafa fengið mikið af slíku á undanförnu. En til að setja þessa dagskrá vil ég biðja Björn Ingimarsson, bæjarstjóra að gjöra svo vel að taka til máls. Ágæti gestir, það verður nú að viðurkennast að ég ekki sérfræðingur í því efni sem hér eru til umfjöllunar. En það held ég að það sé ekki ástæða þess að ég var beðinn að opna þetta. Fundarefni hins vegar mjög áhugavert og vænti þess að við verðum margsvísari eftir að hlýtta á þau erindir hér verða flutt. En eins og ég hef skilið, og Björg var nú að vísu að skýra þetta ágætlega, en ég var líka að reyna að greina þetta, að þá birting lýðheilsuvísla meðal annars ætluð til að auðvelda sveitarfélögum að greina stöðu mála og marka sér stefnu til framtíðar. Ég ætla því aðeins að leyfa mér að velta því fyrir mér hvernig þessi vísar kunna vera skilgreindir, skoða hvað sveitarfélagið hefur gert sem kann að hafa áhrif á umrædda vísa sem og horfa til framtíðar og hafa þá til hliðsjónar áform sveitarfélagsins á komandi árum. Og þá það skilgreiningin, sem nú ekki ónýtt að sérfræðingur eins og ég fari yfir, að minn skilningur réttur að ræða vísa mæla áhrif á heilsu og líðan, með sérstaka áherslu á heilsueflingu og forvarnir. Og ég þykist vita að þetta verður allt skýrt betur á fagaðilum hér og eftir, en ég ætla að halda mig við þessa greiningu. Og þá spurningin, hvað hefur sveitarfélagið gert sem gæti hafa haft jákvæð áhrif eða neikvæð á þróun umræddra vísa hér á svæðinu? Það að vísu ekki svo að mitt mat sé að það sé einungis sveitarfélög eða hið opinbera sem séu áhrifavaldar í þessum málum, en það hins vegar alveg ljóst að stefnumörkun og ákvarðun að taka sveitarfélaga getur vegið þungt í þessum efnum. Ef horft til áherslu í uppbyggingu og rekstri sveitarfélagsins á umliðnum árum, þá að mínu mati erfitt að halda öðru fram en að þær áherslur hafi verið vel til þess fallnar að skila jákvæðum áhrifum. Aðstaða til íþróttaiðkunar hvers konar hefur verið sköpuð og hún þróuð í samræmi við óskir notenda. Félagsaðstaða fyrir yngri íbúa sveitarfélagsins til staðar og áherslu stjórnenda hafa tekið mið af forvarnar áherslum og því að virkja alla til þáttöku. Félagsaðstaða og starfsemi fyrir íbúa með ýmiss konar fötlun starfrækt á metnaðarfullan hátt. Félagsaðstaða fyrir okkar elstu íbúa og svo starfsemi þar starfrækt til fyrirmyndar.
Með tilkomin nýs hjúkrunarheimilis fyrir elstu íbúa sveitarfélagsins hefur orðið algjör bylting á þeim aðstæðum sem því fólki er boðið upp á. Heilsuefling er eitt af megin markmiðum í grunnskólastarfi sveitarfélagsins. Sveitarfélagið er virkur þátttakandi í verkefninu heilsueflandi samfélag og áhersla hefur verið á virkt menningarlíf í sveitarfélaginu. Þessi upptalning nær yfir það helsta sem sveitarfélagið sem slíkt hefur staðið að á undanförnum árum og ætti að vera til þess fallið að hafa áhrif á þá vísa sem hér eru til umfjöllunar og erfitt er að sjá að áhrifin geti hafa verið önnur en jákvæð. En höfum við gert nóg? Látum við til staðar numið eða hvað? Er það ekki svo að það má alltaf gera betur? Og sá andi er sem betur við ríkjandi í sín sveitarfélagsins til framtíðar. Farið er að stað samvinnuverkefni, félagsþjónustu og fræðslusvið sveitarfélagsins sem miðar að því að byrgja brunninn áður en barnið er fallið ofan í. Áherslan er á snemmtæka íhlutun og standa vonir okkar til þess að þetta verkefni hafi í för með sér heilsueflandi áhrif á samfélagið. Hafist er handa við að byggja enn frekar við þá íþróttaaðstöðu sem er til staðar og sem geti mætt á bæði kröfum dagsins í dag og framtíðar. Og ráðist verður í frekari uppbyggingu menningarmannvirkja á Egilsstöðum á næstu árum með það að markmiði að skapa enn betri aðstöðu fyrir skapandi listir, menningarviðburði, sýningarhald og fræðastarf. Og þar sem ég er ekki sérfræðingur, eins og áður hefur komið fram, þá er mitt mat aðeins mat leikmanns en ekki fagaðila. En ég fæ ekki séð annað en að sveitarfélag hafi aðhrast eitthvað á umliðnum árum sem ætti að hafa, ég fæ ekki séð að sveitarfélag hafi aðhrast eitthvað sem ætti að hafa neikvæð áhrif á þessa vísa. Þær áherslur sem er inn í framtíðinni, mér sýnist að það séu svona frekar á jákvæðu nótunum. En það er hins vegar ekki sveitarfélagið eitt sem ræður för í þessum efnum, heldur vegur líka hvernig við sem einstaklingar hegðum okkur og hvernig okkar áherslur eru. Hafa ber í huga meðal annars að aðgát skal höfð í nærveru sálar. Höfum þetta hugfast og höfum í öndvegi viðmót til hvers annars sem er til þess fallið að efla samfélagið okkar á jákvæðu nótum. Takk fyrir mig.